Kjörgengu og sjálfstæði hlustendur. Þið eru að hlusta á Tveir á toppnum. Þátt hashtag 103. Hvorki meira en minna. 103. Pældi því áður. Herðu, og hvað? Í síðustu viku var þáttur 102 og ég var eiginlega ekki í honum. Nei, þú beilaði bara. Já. Með soninn. Já, og miður kafi. Já, miður kafi. Hann var gaman að hafa hann enn og svona. Já, Gussi. Já. Já. Hann er mjög áhugasamur þetta. Ekkert eðlilega mikil orkubolti. Já, og rosalega hress með að hitta Oddvinsinn. Loksins. Tala mikið þig sem Já, er það ekki? vinsinn, sko. Jú. Er það ekki? Jú. Ó, geggjað. Enda sást hann var svolítið feiminn. Hann var smá huminn, sko. Ég skila. Átt að sjá hann að sjóma stjarna. Já. Einmitt. Herðu, þið náðu að gera upp hann Last of Us. Já, fannst þetta ekki bara frekar vel gert hjá okkur? Náttúrulega Tómas Gauti, gestur hérna síðast þetta er svo mikill aðdáandi. Já, hann er alveg rosalega vel. Já, það er eiginlega engin, það er nánast, þú veist, það er engin lára á hann. Þau eru stærstu aðdáandur. Kunna þetta og skilja þetta. Last of Us. En hann samt sko, einbeittur aðdáand og allt það, en hann alveg gegst alveg við því að það hefur verið þarna brotalami sko. Já, einmitt. Var þetta ekki bara, þú veist, hann var að fara í mjög áhugaðra punkta. Já, mjög, og svona bara heiðarlegur sko. Já. Svo sá ég nú bara rétt eftir þessi þáttur datt í lofti sko, þá var eitthvað sem er að gera þessa þætti. Svona taka það einhvern veginn á sig að þeir hefðu einhvern veginn svolítið mist boltan í þessari annari vertíð sko. Vandalega drukkmann hann aðalmaðurinn. Já, sennilega. En það voru líka bara sko sér á umræðunum á í toppfólki á Facebook. Þar er allir einhvern veginn sem er eitthvað að leggja orðið belgalveg sko. Rúust inn kommentin. Já, og allir einhvern veginn bara í skíunum með fyrstu seríuna sko, sem er greinilega þá undirbyggir alveg vonbrigði sko. Það er ekki auðvelt að fylgja eftir svona sko. Nei. Nei, nefnilega, þetta er náttúrulega, já, og þess vegna voru væntingarna líka eins og framkomið síðan þetta er svo ótrúlega miklar. Jú. Svo er ekki gott að það þarf að drepa bara heitast af mann heimsins þessar myndir í þætti 2, það er ekki gott. Nei, en þarna var náttúrulega bara að vera að fylgja eftir. Já, þetta er algjörlega þvingað og mjög vel heiðalegt og fallegt að fara ekki að breyta sko til þess að halda Petru og Pascal lengur inni sko. Nei, það er nefnilega einmitt. Það er einmitt það sem að gerði náttúrulega fyrstu seríuna svo geggjað að þú veist, það er verið að taka áhættur og stundum, já, einmitt, þetta var eitthvað sem þið þurft að gera. Já, og ég held að þetta mikið tá okkur því þeir valla, HBO bakkar valla út úr að gera aðra serju. Nei, allir áhorfið að gera nógu gott. Jú. Já. Svo er bara HBO komið til Íslands, HBO Max, við erum ekkert rætt það hér á þessum vettvangi. Við erum búin að ræða þetta svo oft og þú ert náttúrulega búin að boða þetta svo oft sko. Já, ég náttúrulega skrifaður ekki fyrstu fréttin að HBO var að koma í fréttablaðið vantanlega. Jú, sko, ég skrifaði frétt í 2021 að þeir hefðu frestað komið sinni til Íslands til 2024. Það var eftir að Discovery keypti Warner Brothers. Já, það er alltaf einhverjar mannúðingar. Og síðan alltaf hefur ekkert heyrt af því. Nema hvað núna allt í einu bara heyrðu. Og hann alltaf búið að sko breyta nafninu á streymisveitinu tvisvar. Hún héti HBO Max. Þau skiptuðu í Max. Núna heitir hún aftur HBO Max. Og hún er að koma til Íslands í júli. 1. júli, ég segi það en ég trúi eiginlega ekki fyrir en ég sé það. Þannig að það sem mér finnst vesti í þessu tóti er að ég veit að ég mun borga áskrift. Já. Sem þýðir að ég mun hafa minna á milli handana hver mánaðamót. Þetta er erfitt fyrir mig. Já, hvað heldur þetta sé ekki inn á 2 skall? Þú veist, Tóti, við erum að tala um sko, við erum oft talað um Amazon Prime. Já. Þetta er náttúrulega þetta kostar núna 1100 held ég, það er verðbólgan og eitthvað. Herru, ég tók eftir því að ég var uppgæður um þetta og ég hugsaði bara, herru, ég er ekki búin að opna þetta í marga mánuð. Nei. Þú veist, þú notar þetta ekki. Nei. Þú veist, þetta eru við höfum náttúrulega talað um þetta og tala um Amazon Prime að það er náttúrulega bara það er Reacher og The Boys og Invincible og Boss hjá mér sem er hættur sko. En jú, þetta er ekkert svona það er ekki svona stöðugt gláp sko. En þurfum við ekki að taka einhvern tíðan eitthvað svona neytenda þátt Tóti, það við svona vegum og metum streymisveitnar. Mér finnst lemmis 2500 kall, er það ekki fyrir Netflix eitthvað sliðis? Það er náttúrulega way off. Það er galið. Já, svolítið mikið sko. Það er galið. Þú veist, það er engin streymisveita svona mikil sverði.
Nei, ég örgulega ekki sko. Ég náttúrulega hef alltaf bara letið alltaf eins og Prime bara slæta þetta var undir 1000 kalli en undir 1000 kalli samt þá hvað 12 skall ári þetta komið 1100 skilur ég að borga þetta allt eins og asni sko. Ég veit ekki hvað segir mitt svo ekki eins og nota þetta sko. Nei, það, ég meina hvað ég var nú með Viaplay líka og og ég borga Disney bara 15 skall einu svona ári bara og hefði sig það opnaði bara þegar kemur Star Wars eða Daredevil sko. En ég meina að við vinnum við þetta Já, algjörlega ég meina að við vinnum við þetta, það er rétt En á endan hlýtur þetta að fara í þá átt sko, það verður náttúrulega að vera eitthvað samrunni eða samleg, sko, það get ekki sko 10 stór fyrirtækin að gæslappa verið að framlega efni og ætla að lifa sko. Nei, það ég að segja, að auðvitað gleðst maður yfir því að HBO Max er að koma til Íslands ég er samt spurninga hvað verður þá efni sem er á símanum fer það bara hverju það strax og fer inn á HBO Max væntanlega allt er þetta punt í einhverjum samningum með það ekki við þyrstum með lengt að fá Björn Berg eitthvað svona fjármála gúru og fara með þetta skrifa það hjá þér fara yfir þetta við erum sem sagt varum bara búið að vera svona gesta að runna hjá grundafæri þannig að við erum 2 í kvöld fljúum hérna solo í svona freestyle þætti sem er tekin upp í Rosa Þægindum og Kósinesi hjá Reykjus á Laugavegi 27 að kvöldi kvenréttindadagsins 19. júní til hamingju með daginn já, allir öll þetta er vist 19. júní sko, þetta er eitthvað í dag sem þetta eru 110 ár síðan að íslenska konur 40 ár og eldri fengu kostningarétt og kjörgengi 10 árum, ég man eftir deginu sérstaklega fyrir 10 árum Nú, það var 100 ár, það var svo stór það var svo góður, það var svo stór dagur þetta, akkur er þetta ekki frídagur? Ég veit það ekki þetta var frídagur já, en ég minna, þú veist hvað er 50 dagur, það var frídagur á 3. daginn út af 17. júní sko. Nei, en henda sko 18. í þetta líka og gera bara alvöru þjóðhátti úr þessu í alvörinu, ég er ekki að grínast taka bara svona runu taka runu út af því að 17. júní á Íslandi slappasta hátíð allra tíma við erum ekkert eðlilega lélega að halda upp á þjóðhátíðardaginn okkar normenn eru miklu betri í þessu ég meina hvaða ástæð er þess að halda upp á sjálfstæði íslensku þjóð ég meina má ekki bara hafa gaman bara eitthvað svona algjör útiloka það bara kemur ekki grein það var svona 1 dag sem við erum bara eitthvað nýru bæ að hafa gaman og njóta lífsins það er alltaf umlega viður á þessum degi þannig að maður kannski íhuga að færa hann bara 17. júli er eitthvað að gera það ég held að sé ekki búið að regna sko í 7 ár á 17. júli í álunni þá kannski núna sko þetta er bara svo fast í mér alltaf ég er sko 17. júni æskuminar ég man ekki eftir öðrun bara að vera slagður eða alltaf sko og það er svolítið þá bara svona brent í vitundun þetta sé alltaf mótt viður en þetta var ég man eftir einu 17. júni sem var sól 17. júni árið 2000 það var jarðskjálfti þá var ég að labba í hljómskálagarðinum og þá var einhver stelpaður frá mig akkur hristist jörður svona þá var það einmitt halló, Suðurlandsskjálftinn maður þannig að þetta mann maður en þetta, þú getur haldið upp á þennan dag og alls konar vinklum þetta er náttúrulega þetta var Kristján X samþykkti nýja stjórnarskrá fyrir Ísland 19. júni þá fá konurnar og líklega sem sagt eignalausir og ymir kallmenn líka allir kallar kosið en það kemur með stjórnarskráni sko. Stjórnarskrá sem við erum held ég þá búin að vera á leiðinni að reyna að breyta í 110 ár bráðabyrja stjórnarskráin hún er 110 ár í dag pælið því þetta er bráðabyrja hún er það Heyrðu, ég veit ekki sko, það er náttúrulega um bíóþáttur sko, það má alveg tala um sko Hvað erum að horfa á það? Já, náttúrulega nefnslega þess en svona bara í tilum dagsins svona myndir um sterkar konur sko, það er til svolítið mikið af þeim Já, Kill Bill, já fyrsta sem þetta er fyrir Já, fyrsta sem þetta er mér datt hún ekki sko En það er alveg, veist, His Girl Friday 1940, All About Eve 1950 og Mildred Pierce sem er 1945, helviti góð noirmynd sko. Mildred Pierce sem fer út í veitingahúsarekstur og stendur sér lítið vel en í kringum er náttúrulega ómyrkilegt lið sem er að skemma. Og svo er náttúrulega bara okkar ágæti Ridley Scott, hann hefur verið svolítið yðin við þetta. Alien er náttúrulega alveg solid dæmi sem þess að Ripley var kall í upprunalegu Alien handritinu sko okay. og hann breytti Ripley í
Ellen Ripley og Sigourney Weaver góð ákvörðun já, alveg liftir setur þetta allt annað skemmtilega samhengi sko. Og svo náttúrulega gerði hann hérna 91 Thelma and Louise sem algjörlega geggjum með Susan Sarandon og Gina Davis ég hef ekki séð hana hún alveg klikkuð sko það var ógeðslega góð svona það setja hann á listan hjá mér já, verður eiginlega að gera það þetta svona road movie sko þetta vinkonurna Thelma and Louise og allir Gina Davis ekki Louise sem svona verið kjáni sko yngri og það já, Michael Madsen ég manna ekki allavega, það held að Gina Davis karakterin drepur eitthvað gaur sem Susan Sarandon drepur gaur sem ætlaði að nauðga henni og henni Gina Davis og þær fara bara svona frá blæjubíl bara keyra þvert yfir Bandaríkin bara svona á flótta hvað heitir þessu mynd? Thelma and Louise já. Og Harvey Keitel löggan sem eltast við þær og þarna kemur í smálhutverki sjálfur Brad Pitt sko, frekar svona nýr í bransanum ekki mynd ég að setja þetta á listegum ég nefnilega að byrja að nota hérna Letterboxd forritið og ég ætla að setja listamyndum sem ég hef ekki séð og mér langar að sjá út af því að þú veist ég er alltaf að tala um þetta að ég ætla að horfa okkur myndu svo ger ég aldrei og ég er algjörlega komin með hérna nóði sko já, þessu aðgerðleysi já víkjum að spytur á því eftir þú ert nú greinlega búin að standaði vel en svo gerir þetta sko líka G.I. Jane með henni Demi Moore sem hún var hérna G.I. Joe breyttist í G.I. Jane sko ekki sérstaklega mynd en alveg gott statement sko svo bara þegar mér þetta ekki í hug hérna Kill Bill ég verð að taka það á mig sko en náttúrulega Erin Brockovich Julia Roberts hérna Sassy skvetta sem hérna fyrir að hérna berjast fyrir hérna rétti íbúa í smábæ sem búið að eitra vatni á gott hún fekk ekki Óskar fyrir þetta sko og Mary Poppins hún svolítið hérna þetta er svona myndir svona konur sem var svona kannski svona brjótast út úr hefðbundna kynhlutverkinu þetta er svona Mary Poppins heldur góð Carrie hún snýr nú heldur betur á fjöndu sína Carrie Stephen King's Carrie ég hef ekki séð hana Nei. Ég hef ekki séð neitt svo Nei, okay. En La Femme Nikita það er nú ég myndi að setja hana frá top 5 sko Já. Og The Craft svona úlingamynd með hérna hæskúlstelpur sem að gerast svona nornasveimur og allt fyrir til fjandans og Mulan hana hef ég séð Já. Hún er gegg og svo ekki síður sko nema hún er að þykast vera kallið þeirra mynd Já. En hún er alltaf að brjótast út úr sko einhverju forn kínversku kynjarhutur og svo náttúrulega má ekki vanmeta Frozen hún er í rauninni sko eiginlega svona groundbreaker finnst mér sko, hún er Disney mynd sko myndi ekki örgulega að setja hann að lista inn á toffúl fyrir okkur sem erum ekki alveg að þú veist nefna svo mörg nöfn sko sko, það er engin kallpersona notæf eða eitthvað sem gerir eitthvað gagn í Frozen það eru algjörlega sýsturnar bara ekki einu sem ljósari gæðin sem hjálpaði ekki einu sem góði hann er ekkert make or break sko, hann er engin male savior sko svo prinsinn hann var eitthvað óhalega komið ljós hann var eitthvað ég eftir að sjá Frozen 2 ég líka eftir að sjá Moana 2 en ertu búin að sjá hvað sem endurgerðin sem er allar í bíó núna ég ætla að fara í bíó mér langar svo í bíó en daginn kíkta hvað er í bíó Lilo Stitch endurgerð How to Train Your Dragon endurgerð ok, býttuðist aldrei aðeins við og klára þetta því að svo mögum við ekki gleyma uppáhaldsmyndin þinni í stelpu konumynda flokkum Legally Blonde það er náttúrulega ein besta mynd sem við hefum gerð hún er svo skemmtileg og hún er mjög hátt yfir þetta á svona listum yfir svona sterku konumyndir sko ertu ekki að gleyma Clueless við var það með Alice í Silverstone já sem gerði hann að fræga já, einmitt, alltaf samt bara sko endurgerð á hérna unnið upp úr Emmu til Jane Austen sko. En jú, alveg og svo hérna ég verði að nefna í restina bara hérna The Long Kiss Goodnight með einmitt aftur Gina Davis sem er sko, það sem hún leikur bara genderbender algjöran, ég verði að tala um það hún var svona vola fín og góð hérna, mamma og kennslukona sem að fær svo höfuðaukalindi bílslis og er allir fimm með hnífa og hérna
þá er hún alltaf bara, það var Charlie R.Sam sem bara top assassin sko, hún var minnislegur. Geðugt. Ándurs, ég ekki einastóti, þessi listi að fara beintinn og já, ég skal bara reyna að gera það. Almanna þjónusta. Ég ætlaði nú einhvern mann daginn og lofaði því ég myndi setja inn spurningar og svör í pubquizinu inn á toppun. Ég er búin að vera veikur í 3 vikur sko. Þú ert það þá veikur? Já, ég er ekki alveg, þú heyrir röddin eitthvað svolítið. Ég man eiginlega ekki eftir hvernig þú varst ekki veikur síðast sko. Síðast, nei, þetta er svo þannig í mæ? Nei, mælók. Við vorum með pubquiz í mælók og það bara daginn eftir eða 2 dagar seinna sko. Ég held að ég sé á degi 17 sko. Var þetta eitt besti sumarmánuður í sögu landsins? Nei, kannski ekki alveg besti mánuður þessa sumars. Þetta er búið, þú sér það alveg. Já, ég ætla að viðspá næstu dag er ekki góð sko. En það var einhver langtímaspásins á í dag sem segir að einhver vika í júli verður mjög góð. Já, ok. Þá varst þú gljáð hérna vakt alla vikuna sko. 100%. Já, en þessar endurgerði, nei Já, Lilo Stitch, þá erum við að tala um Lilo Stitch How to Train Your Dragon. Ég er ekki að segja þetta séu lélega myndir. Ég held að Lilo Stitch er mjög skemmtileg og hún er mjög vinsæl. Hún er að slá í gegn. Já, ég mér finnst það bara svo fyndið, auðvitað vilja að fólk fara í bíó. Ég veigra mér ekkert við að fara í bíó og sjá þessar myndir. How to Train Your Dragon er ógeðslega skemmtileg. Þetta getur alveg virkað vel. Þetta er bara svo fyndið þegar maður skoðar þetta, mann langar í bíó. Svo reyndar er líka ballerína í bíó. Já, það er alltaf, það er nú heimur sem ég er mjög hrifinn af sko, John Wick heimur sko. Þú valdir á sjónvarpstöðina, Continental? Nei, ég horfði ekki á það. Nei, þeir voru mjög góðir. Er ekki pínuskeitt við höfum ekki horft á þessu mynd og séum að taka hana núna í sér þetta? Sko, við hefum náttúrulega, við hefum náttúrulega verið með hana í dag, eða í þessum þetta, en ég er náttúrulega búin að vera veikur sko, ég hef ekki farið í bíó. Já, ég er líka búin að mæða mikið á mér. Já, mæða mikið á mér. En við hefum eftir að sjá hana og gefa henni gaum, en ég hef náttúrulega tröll að trúa á henni sko. Já, ég líka. Og þetta sko, þessi Continental þættir voru bara mjög fínir sko, mjög góðir. Hvað náðu mörgum serjum? Það er ein, það er komið meira allavega sko. Nei. Sem er svona, þetta er honum Winston sem er alltaf sér hótelið, hans John Wick sko. Ian McShane, geggjaðarleikari. Hann er í stóru hlutverki þessum ekki. Jú, ég veit ekki hversu stóru, en hann er sko, þessi sjónvarpsþættir er eiginlega svona origin story, hvernig hann nær Continental undir sína stjórn sko. Þannig að hann leikur ekki að það er yngri maður sem er þarna. Ég er skrýtnum sambandi við John Wick að því ég er búin að sjá John Wick 1 og svo er ég búin að sjá John Wick 4. Já, það vantar þá 2 og 3. Já, mér vantar 2 og 3. Já. Er ég að missa miklu það? Þú veist alveg hverju þú ert að missa af sko. Það er ekki eins og þessi verið að finna upp hjólið sko. John Wick 1 var bara svo fáralega góð sko. Þetta er allt skemmtilegt. Þú gerði þetta með hundina sko, hann bara það er einmitt oft séð, þetta er meme sem kemur stundum á Facebook eitthvað. Það var svona Moff Tarkin, Tjörfi Storma fyrir svona mjög kvíðin á svipin og það var sem sagt textin sko, þú veist að hundurinn hans John Wick var á Alderaan. Já, það er ekkert eðlilega gott sko. Það er mjög gott. Þetta er skemmtilegur heimur, en nei, ég sko bara frábært sérstaklega Lilo Stitch gengur þetta er náttúrulega ógeðslega að teiknumyndin fyrst það var bara frábær. Já, Stitch er náttúrulega frábær. Hún er náttúrulega svo gömul þessi mynd sko, ég held að ég var með sko held ég að fara með sko stóru strákana mína á hana, en þeir voru ekkert mjög stóri þá sko. Nei, ég man að hún kom þegar ég var lítill sko. Já, og okkur fannst hún bara geggjuð bara, við líka við notum ennþá Hana. Ég hef aldrei séð þessa mynd. Lilo Stitch? Lilo Stitch. Teiknumyndina? Ég sá hann aldrei. Ok, þetta er ógeðslega bara næs, svona hjartnæmynd en ég skil ekki þessar, hvað er þetta, þú veist, real life eða eitthvað, ef þetta bara var að segja nákvæmlega sem við sögum ég fatta það ekki, sko. Nei, þú veist, að vísu finnst mér Stitch vera þannig karakter, þú veist, ég hef alveg verið til að sjá hann kannski í bara nýri mynd. Mega það sens. Já, miklu frekar. Þannig hann er svo fálegt að finna þér skemmtilega karakter. Ég get alveg séð hann fyrir mér í CGI, þú veist, og þau vilja svona endurvekjan. En það þurfa að koma með nákvæmlega sömu söguna. Það er það sem það reytir, sko. Bara hvað, ég var að heyra bara eitthvað daginn að vera að fara að gera eitthvað sem er búið að kvikmynda svo oft í einhverjum versjónum, sko. Ef við farum að þekka söguna út og inn, ekki sem segir að þetta geti ekki verið alveg geggja myndir, þá var einhvern veginn bara, ég er búin að missa áhugan bara áður en að alveg byrja, sko. En mér langar samt að sjá þessa Lilo Stitch mynd. Já, mér líka, ég mun örgulega sjá How to Train Your Dragon líka, sko. Verst bara gussir aðeins og lítill, sko.
hann var bara ennst í gegnum halva bíómynd í bíósófa sko. Og svo ég horf á trailerinn með honum og hann var alltaf svolítið hresk og hann bara var hvað hann gamall? Hann var 3 ára í mars já. Og bara, hann elskaði bara eitthvað kemur að segja þegar Stitch kemur og trampa niður eitthvað sandkastal á strönd sko. Það var skussa alveg æðislega sko. Þannig að hann ekki alveg rólmódeli sem við erum að leita að sko. En já þannig ég segi eins og þú bara frábært að fólk er bíó og sjá þetta og allt það en þú veist þú þessum millir fólk svo líka grenja við því að það sé alltaf að gera framhöld en veist, ég veit ég tek nú frekar framhald heldur en þetta já, bara eða frekar til í Lilo og Stitch 2 já, eða bara hendina eitthvað 2 eða 3 nýjum atriðum svo er ekki alveg eins og í teiknumyndinni er það betra sko algjörlega hvað ertu búin að horfa á segir sko, þetta er nefnilega mjög skrítið og þegar bæði er ég núna mér finnst ég vera á milli þátta mér finnst ég vera ekki vita alveg hvað ég horfa á næst en þetta finnst út því ég er búin að horfa svo ógeðslega mikið og við höfum alltaf verið að taka mjög mikið að sérþáttum upp á síðkastni og langt sem við tókum svona one-on-one hérna nöðsynlegt að taka svona upp og það er svo, þú veist og núna er reyðast upp fyrir mig, ég er búin að horfa á ég horfa á þarna dönsku þættin á Netflix The Secrets You Keep The Secrets You Keep ég ætla að spyrja því þeir þættir eru ennþá bara á top 10 með auðpernum sko þetta er svona mördumeistri í Danmörku þetta eru danski þættir ég held að hljóta verið það við fengum okkur kaffi með Kollu og Eddu hérna daginn og þá held ég að Kolla hafi verið að mæla sérstaklega með þáttum og því var bara að sjá þetta nema ég sko ég til dæmis bara fannst þeir sko því svo horfði ég líka á Department Q skosku þættina sem eru danskir sem gerist í Edinborg ég horfði bara á það út af því að þetta er mördumeistri og þetta gerist í Edinborg ég var náttúrulega í námið þar, mastersnámi og ég var hrifnar af dönsku þáttunum sko mér finnst þið vera svona strömlínulagari og svona styttri og þá meiri spenna og mér finnst Department Q minnum ég svolítið á sko Marvel þættina á Netflix svona af því það voru 9 þættir og það var augljóslega ekki nóg efni í 9 þætti og ofta að vera svona tegja lopan í samræðum og ég hafði kannski ekki nógu mikið áhuga á samræðum sem slíkum en mér fannst sjálf dilemman þar að segja leyndamáli horfnu konuna mjög spennandi og ég var alveg til að segja meira með hans líka bara byrjunin þarna sem að félaga hans er skotin og byssum að sem skýtur á geðveikt byrjun sem að bara algjörlega húka mann strax og ég er náttúrulega eins og veist ég komin á kaf í glæpasögur og að lesa svona 10 glæpasögur síðan í eitthvað desember, oktober ég lesa Snjókalli núna eftir Nesbø, geðveik ég ætla ekki að horfa á myndina ég ætla ekki að horfa á myndina ég horfa kannski á myndina en bókin er frábær sko og með það er náttúrulega myndin bara skelluleg sko og þetta er svona þarna er Michael Fassbender leikur Harry Húlið sko og þetta er náttúrulega bara eiginlega, ég maður ekki hvort hann var byrjar hann bara sko hlutverkavali hjá honum bara hann sturtaði eiginlega bara sko ferli sem var bara einhvern veginn alveg nei, ég meina Martin Scorsese alltaf að listir þessar mynd sko svo allt í einhvern veginn var einhver annan fenginn og þú veist, eitthvað svona dæmi sko þeir hafa ekki tíma fyrir allt og nefndi ekki allt það er bara ótrúlega að þetta er þétt saga sko getur alveg sleppt helling en samt verður með rosalega góða klæpasögu sko ég ætla samt að sjá hann aftur vegna þess að Val Kilmer er hann í henni þetta er náttúrulega hans síðustu í Snow, oh my god ég er búin að vera að horfa á svona síðustu myndir Val Kilmer sko. það er enda alveg ótrúlega sko. ég er búin að gleyma því, við tölum þetta hérna í Val Kilmer þættir en svo sko, ég er búin að vera að horfa meira ég er ekki að gleyma, þú veist einhver öðru, ég er búin að vera að horfa því ég er náttúrulega búin að vera mjög mikið vaktafrí það er nýtt dæmi að þegar nú er ég komin hérna í sjónvarsfréttirnar þá er ég alltaf í vaktafrí, ég er fyrir viku vaktafrí en daginn þú veist, hvað gerir maður lýsið þegar maður er alltaf inn í viku frí lest Jón Nesbø og horfir á Netflix sko, ég datt svo mikið í true crime documentaries sem er náttúrulega ræðilegar og ég hef alveg fengið nóg af þeim mér finnst, hvað segir það mig tóti að ég elska að horfa á þetta samt svona eiginlega bara með öðru augun sko með ég spila fútbolmanager skilur mér vil það segja þú lítið um það er ekkert, þú ert ekkert lasin sko nei þetta er líka, þú ert kannski bara að harna sko það er náttúrulega mjög sókislegt sko, það var eitthvað hjón í Bretlandi Rosemary og Fred West sem bara legendary pakk, þetta byrjaði að drepa dóttur sína byrjaði að drepa dóttur sína og svo bara drápuði bara konur gróðusettar bara allar í bakarinn
og það var ekki af því að börnin þeirra hinn eitthvað, systir okkar undir jörðinni og ég man eftir þessu máli sko, bara í fréttum sko, hvað þetta var 9.10. ártur 90 og eitthvað sannlega og anstíkilegt mál þetta er svo ógæslegt fólk en svo sko, ógæslegt fólk en svo og þetta press sem svo meirihlutin af þessum sem svo niðurdunum líka, svo galega ég sé að horfa á þetta meirihlutin af þessu náttúrulega karlar að drepa konur og ekki bara einhverja konur, þetta er alltaf eiginkonan þetta er alltaf eiginkonan þú veist, eins og bara í þessu hinu tilfengum líka konur að deyja, þetta er alltaf konur sem er drefnar, þú veist, það var hann mál bara fyrir sko svona 3-4 árum 2001, 2002 það sem að það var eitthvað ungt bandarspar sem var í roadtripi hann drap hana bara þú veist og það er búið að tvista þetta í Law and Order SVU þetta er svo haunting eitthvað og maður bara svona, og þetta er líka svona nýskeið og þetta er alltaf karlar og svo í öðrum þætti það var sem hétt eitthvað svona American Nightmare eða eitthvað það var eitthvað gæði sem bara hringdi í lögregluna bara ég var að koma úr vinnuferð og bara kona mín og 2 dætur mínar 6 og 7 ára sko það var þessari heimildamynd sem ég hætti að horfa ég gati ekki meir sko en það kom náttúrulega í ljós hvað heldur drapar hræðilegt og ég bara eftir að sérstaklega eftir að horfa þetta það var mikið myndefni af þeim konunni og að leika við dætur sínar og ég get ekki meir sko. En svo byrjaðar aftur á þessu. Já, kannski finnst þér að þurfa að klára þetta en það er óþólandi þegar börn eru sko að lendi eitthvað svona, þetta er maður getur þetta ekki sko. Mjög líka alltaf bara heilt yfir alltaf ógeðslegt sko. En bara, þetta er svo svo horfði ég okkur ótrúlega súra heimildar þetta eitthvað svona eitthvað blama sem var dó var talað það fram í sjálfsmorð á svona 10. áratugnum það var svona alls konar samsæriskenningur og það er bara óskilnilegasta heimildar þáttaröðu sem ég horfði á ég mæla ekki með þessu mann ekki hvað þetta hét hvað raunveruleikinu leiðilegu maður ég held að það verður að fara ytta þetta glápa eitthvað sko. Það ekki, ég að segja það ég er í tómi tjóni ekki nema ég sá játningu þína á toppfólkum daginn og þú hefur horfað á Demolition Man með Stallone það hefur nú verið happa fengur í öllu þessu hafa mikið gleði í því þetta er skemmtileg mynd hún er það náttúrulega þetta er svo fáránlega skemmtileg mynd eru Tango and Cash það líka svona súmynd það er meira bara svona bara rest svona lögguflip sko það er bara sko þessi mynd Demolition Man sem gerir svolítið í framtíðinni hún eldist svolítið svo vel að því að hún er eins og sé að tala inn í okkar samtíma eins og ég nefndi í 2 þáttum sko og þetta er allt orðið Sylvester Stallone er eitthvað svona Demolition Man, hræðilega lögga sem sprengir allt og dreipur allt og haldið sofandi eitthvað x tonna af árum sko, og vakna bara inn í eitthvað bara mest vók heim bara í heimi sko. Það sem hann alltaf algjörlega bara kræki bara í helvíti sko. Það var svona kolldæmi nema þeir sem vildi ekki vera hluta þessu samfélagi, þeir voru byggjóngstað neðar geðvikt sko. Hún er alveg bara gladdi mig mjög að sjá hvað hún virtist ná þér vel sko. Hvað, mælu á ég að taka Tango and Cash næst? Alltaf sko, sérstaklega fyrirlutin sem við höfum talað í Tango and Cash, Stallone þættinum 100 með Ben og Henry sko, tala sko að fyrirlutin sérstaklega er geggjað sko. Þeir eru fastir í fangilsi sko. Svo sleppaður út og komast fá líklan eitthvað svona monster truck og fara að keyra yfir allan anskotan svona súrnar aðeins í því en samt ógeðslega góð stuðmynd sko. Sko, eftir Tango and Cash er það þá Cobra? Já, það er svolítið þvingað líka sko. Heyrðu, ég er nefnilega hins vegar sko, ég er búin að vera alveg bara sko fartu lengst áttur í fortíð ég komst í eitthvað sem heitir Huge Packs eitthvað á Facebook og keypti sem sagt bara borga eitthvað einn greiðsla man ekki hvað 5.000 skall og fikk bara sko, PDF skjal með 3000 þáttum og linkum á alls konar sjónvarpsþætti. Hvað er þetta að segja mér? Já, ég er að segja það, Huge Packs Hvað meinur þú? Borgaðu pening fyrir skjal þar sem þú fyrst link? Nei, sko linka á 3000 sjónvarpsþætti sko. Á einhverju vefsíðu? Já, ég held maður sækir þetta bara svo á hvað heitir þetta, Google Gorilla Videos? Nei, svo farið þú þetta þú getur downloadað þeim,
Akkur þessi hættir ekki bara á Netflix eða YouTube eða? Þeir eru svo gamlir að myndi ekki vilja horfa á Hvað hættir þetta? Sko þess að byrja með á, sko, er ég búin að vera Er þetta löglegt eða? Ég veit það ekki, þeir eru alltaf, þetta er bara auglýst á Facebook, bara hægri vinstri og Er þetta íslenskt? Nei, Huge Packs Hljómar eins og klámsið Já, einmitt Nei, þetta er sko, ég er búin að leita í áratugi þetta er tveggja sísona bresk sería sem heitir The Paradise Club og var á stöð 2 þetta er 89 og 90 Já, stöð 2, úps Ég nefndi stöðina sem á var á sín sem að geta áður stöð 2 Já og þetta voru mér fannst þetta sæti geggjaðir þetta er tveir bræður Frank og Danny Kane Frank er prestur sem er sviptur hempunni og Danny er glæpamaður í London og rekur mamma er svona glæpadrottning og rekur The Paradise Club svo trefst hún arfleðir Frank, prestinn sem þetta klúbnum hann að Danny, krimmið, situr upp með prestinn bróður sinn sem alltaf skipta sér sko. Og merkilegast náttúrulega fyrir allra hlutasækir er að sá sem leikur Frank Kane hann heitir Don Henderson og hann er frægastur fyrir að vera sá sem að veitir forstjókaði in the Death Star Nei, já Skemmtlu leikari sem hefur komið víða við sko. Og þú borgar til þess að Já 7 skall eitthvað, fyrir allt sko allan pakkan, og ég er búin að leita þessum þáttum bara frá internetið var fundið upp sko Já, okay. Og ef ég jafnvel íhuga einhvern veginn að kaupa það á Waffa S það var ekki tægt að finna hana og svo man ekki hvort ég fann DFT sko, en kostuðu sko sturlaðan penning sko okay. Þannig að ég var að reyna að spara formúu með því að fá allavega Paradise Club sko. Þannig erum við að tala að svona, þú veist, núna eru allir þú getur nálgast alla þetta næstum því, já síðast að við fallið já, sennilega sko samt vantar ennþá, ég er ennþá að leita þáttum sem er ekki þarna sko eins og hvað áttur? Nei, manna ekki ég er alltaf að leita sko. Einhver eldgömlu, en anyways þá já þetta er náttúrulega samt sko, þetta er ekki góð gæði þetta er svona augljóst að þetta er sko búið að rippa Waffa S spólu sko og allt það en mér langar að sjá þetta aftur og svo hann sem að leikur Danny Kane, hann Leslie Grantham döður, 2018 hann var ógeðslega flottur, mér fíla hann sko ég fíla hann mest þegar ég var ofastætti fyrir 40 árum og maður þeir sko þekkja fólk sko, þú voru ég að googla núna þetta var dæmdur morðingi Já. Gæðin sem var forstjókar að veitir Nei, hinn Krimmabróðurinn, bara ferðlega flottu leikari og það góð típa, hann var í EastEnders alveg árum sem hann hann var ungum maður var á herstöð í Vestur Þýskalandi og var komið sér eitthvað klandur og vantaði pening og reyndi að ræna leigubílstjóra drapan, skaut leigubílstjóran og það dæmdur í lífstíðafangilsi en breskir hermenn sem að fá yfir 2 ára dóm erlendis þeir aflána heima og hann satt inn í 10 ár og þar í fangilsi satt kviknaði leiklistaráhugin var eitthvað með áhuga leikfélög voru að koma að heimsækja fangana það er geðveik saga sko en ég bara sá þetta til fyrir mér svo ekki nóg með það sko svo bara í 2004 þá kemur bara kynlífsskandal sko þá var hann á Skype eða eitthvað að tala um eitthvað undercover blaðakonu og er komið í Captain Hook búning að runga sér og svo til að toppa þetta á 2018 þá kemur Daily Mail eitthvað sem blöðum sko með að hann hafi eitthvað áreitt skólastúlku kynferðislega Jesus en Wikipedia segir nú better source needed sko en samt sko það var ekkert internet eitthvað, heldur og ég hef eitthvað verið að bara fíla þennan mann og halda upp á þess að þætti morðingi og pervert þetta leiðu komst að því þá keiftiru hjútsbakk ég komst að þessum leið og ég var búin að kaupa hjútsbakk sko. þessi maður væri algjör galla greipur já, rosalega, pældi samt hef ég ferilin á því að vera dæmdur morðingi sko. Já, fáhert, sko. Ég var að fara að segja, er þetta ekki pínu nett en hann kannski já, alltaf sem origin story er þetta svolítið flott að því að það kom ykkur áhuga leikar að heimsækja fangilsið og hann er ykkur uppflutningum svo er það þrífætlingarnir, tripods geggjaðir þættir, vísingaskaldskapur sem var sýndur í byrja sína á RÚV 87 og þetta hætti miður kafi Stefán Pálsson skrifaði fína heilsíðugreinum í Fréttablaðið 2017 Tripods já, og
það segir Stefán Pálsson sko, að þessi kaldri ákvörðun hjá stjórnendur RÚV að hefja sýningar á tripods vegna þess að í byrjun ásins 1987 var ákveða að þetta aldrei klára. Nei. Og þú veist, þetta búið að bögga mig, Stefán Pálsson og mjög marga bara svona okkar aldrei, sem að þetta hætti bara í miðjukafi. Þetta sci-fi. Já. BBC þættir. Já. Svona byggt á einhverjum. Dr. Who svolítið. Svona. Já, nei, þetta sem sagt sko, þetta gerist, 2100 eða eitthvað. Já. Og það var bara svona einhverjum svona þrífættir risastór geimferð sem að stjórna jörðinni og fólk lífið bara svo á miðaldum sko. Þetta voru sko, þú voru kapt þegar þú kemst á gelguna, það er eitthvað gert við hausunar, þá fer úr þér svona árásagirni og öll skapandi hausun sko. Þannig allir bara færa sælir og glæðir sko, nema einhverju strákar heyra því að það sé einhverju upplýsnamenn í einhverjum White Mountains og bara leita þeim sko, og svo bara fengum við aldrei að vita hvernig þetta endar sko. Og kannski sé að það segja þannig að þeir finna loksins upplýsnamenn eftir. Já, þeir eru búin að finna þá allavega í byrjun season 2 sko. Já, okay. Og svo bara kom aldrei meira sko. Og svo var nú sagt, hvað segir Stefán Pálsson líka, þetta voru vinsar þættir sko. Já. Það var bara mikið framleiðslu kostnaður mikið. Og svo var einhver yfirmaður hjá BBC þarna sem var sagður verið í nöp við vísindaskáldsra og hann meira sér líka setti Dr. Who á hold svipaleiti og væntanlega mér hattaður í nörda heim. Já, ég bara trúi því. Þannig að já, ég loksins þannig, ég er einhvern veginn, maður er svona eitthvað vinnur einhverjum æsku tráma sko, að upplifa aftur að fá ekki að vita restina sko. Ég ætla bara að segja þetta, ég held að mér báður á mjög skrýtnum stað þegar það kemur á glápi. Er þetta út af þessu podcasti og horfa svona mikið það? Nei, ég er náttúrulega, þú veist, þetta hefur náttúrulega rosalega lítið gildi fyrir podcastið, þetta sem ég er að horfa á sko. Þetta er fordleifar, sko. Þetta er alveg rétt, sko. Herðu, en þess vegna fór ég aðeins í samtímastremmið Deep Cover, þú búin að sjá það? Amazon Prime. Nei, ég veit ekki hvað það er. Herðu, þetta er svona bíómynd með Bryce Dallas Howard og Orlando Bloom og Sean Bean og Paddy Considine og Ian McShane sem við vorum með að tala á hann í sambandi við. Og hún var að koma það? Já. Og ég er ekki að heyra hana fyrir hér. Heyrðu, hún er með 90% á Rotten Tomatoes. Hún er 90% á Rotten, 4 stjörnur í Empire. Hæ? Er ég að fara að horfa á hann í kvöld? Já, getur gert margt verra. En það er svo merkilegt, það er bara legíó og góðum leikurum. Bryce Dallas Howard, sem við þekkjum aðeins sem leikstjóra Mandalorian og þátt og var nú í einhverju Jurassic Park. Black Mirror. Já, Black Mirror og Jurassic Park Domination eitthvað. Svo sem gæðan úr Ted Lasso. Já, lúserinn úr Ted Lasso. Já, sem að breytist í vondakall. Já, sem að afbrýði sem og Grammy var vondikallin. Jesus. Heyrðu, og Paddy Considine sem er náttúrulega búin að vera brillera í Mobland og var kóngurinn í House of the Red Dragon eða hvað er maður gleymur? Nei, byrju hver? Hann var kóngurinn í hann leik líka í Mobland. Já, hann er þarna. Og þetta er bara rosa skemmtileg mynd og svona eitthvað Bloom og lúserinn úr Ted Lasso og Bryce Dallas Howard eru spunaleikarar eða svona spunafólk sko. Og bara lúserar í lífinu sko. Orlando Bloom er með svona Marlon Brando fetti sko. Maður hefur nú ekki séð hann í Nei, mér hefur alltaf myndist hann leiðilegur. Hann er alveg bara Sofið og Katy Perry. Já, ekki hana það. Þau eru gift sko. Já. Nei, hann var náttúrulega, þetta fíluð allir Legolas og svo var hann fljótt eitthvað súr þarna í þessu Pirates of the Caribbean dæmi sko. Já, ég veit. Mér þótt hann frekar leiðilegur. Þetta ég var komin kortir inn í þessa mynd og ég fatt að þetta væri hann sko. Hann er frábær sko. Alveg fer á kostum sko og Bryce Dallas Howard bara. Þú hvað, þau eru eitthvað svona improvisarar? Þau eru improvisarar sko, bara spunaleikarar. Lúserinn úr Ted Lasso er ekki eins og leikari sko, hann er bara eitthvað svona lúser hjá okkur fjármálafyrirtæki sko sem er að leita tilgang í lífinu. Hljómar eins og gott hlutur. Já, svo kemur veðrið og sjúsku lögga sem Sean Bean leikur. Sean Hayden Bean. Og hann deyr vantarlega þessari mynd. Vantarlega. Og bóra mér og fær þau sem sagt lýsa fara undercover að ná tökum á okkur glæpagengi. Sean Bean leikur eitt aðalhlutverkið í Oblivion, Elder Scrolls 4 Oblivion sem er töluleikur sem kom út fyrir mörgum árum síðan. Og undan Skyrim en það var komið út endurútgáfa af þeim leik núna og hann deyr líka í þeim þætti Ótrúlega magnað. Nei, í þeim töluleik
anyhow gott að spilla þannig að hann fær þau til þess að fara þegar hann segir sko að krimarnir þeir spotta alltaf löggurnar strax sko og þið líka, you think on your feet sko, bla 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 og náttúrulega þau verða bara allt í nöður bara einhver nýjasta powerhouseið í undirheimum London sko þetta bara fælega sniðið og það líka einhver gella þarna sem heitir Sonoya Mizuno sem eitthvað japansk-ensk leikona mótil og ballettansari ógeðslega töff og þetta hljómar er bara stórskemmtileg mynd já, hún er stórskemmtileg en svo, þú sér tölunar 90% eitthvað svo ég fór að hugsa eftir á sko ef ég hefði borgað minna á þessu mynd í bíó þá hefði ég ekki verið alveg ánæður sko og ég held að þetta sé alveg svona þetta bara kjarnar ástandi held ég sko náttúrulega þessi streymsveitur eins og talaðum var einhvern veginn þú veist, áherslan og gæðin er komin samt í sjónvarpið sko og bíóin einhvern veginn bara sitja bara ráðvilt eftir sko af hverju, hvað mennur? Nei, þú veist það bara þú veist það er alltaf peningur það er allt sko production value er farið úr bíói yfir í sjónvarp og það tala alvöru, HBO eitthvað svona þetta fer allt í streymið og meina þá að þetta sé ekki nógu velgerð mynd ég sko, hún fer að verða það núna því að þetta lækka náttúrulega bara standardin hjá áhorfendum bara yfir höfuðu sko að því að svona alltaf eru bíómyndir sem eru framræðar fyrir streymisöndar það er náttúrulega alltaf einhvern veginn lower quality heldur en þættir sko að því að trykkið er í þáttunum mannst eitthvað dæmi úr þessar myndu hvað er svona illa gert? Nei, það er eiginlega ekkert út af þessar myndu að setja en það er eitthvað, þú veist, það bara er eitthvað svona bíómyndafílingur það er eitthvað endi eitthvað þar en svona sem ekki netta hendi eitt gott CGI já, samt er þetta allt einhvern veginn gert nei, þetta er bara einhvern veginn svona ég held að það sé hraði sko, við höfum talað um þetta náttúrulega Er þetta þú veist það sem við tölum við bygga Captain America Captain America var alltaf að vera að útskýra myndina að þetta er svo mikið streymisveitur dæmi þetta er að gerast núna hann er að breyta í rauðan hölk af því að þetta er meira svona eins og þannig að það Killer með Fassbender sem að svo David Fincher gerir fyrir Netflix og þú veist það komið bara topp mannskap en það er eins og bara lækki alltaf eitthvað þú veist það fer eitthvað quality niður sko mjög mikið á Netflix myndum eru svolítið svona sko eins og Killer það er svona það er eiginlega ekkert í gangi að það sem myndin sé sálarlaus það er bara ekkert það er bara að vera að hraðsjóta drífa sig að klára þetta hæru og finnst þér ekki nett ef að það eru tveir snæper að reyna að drepa hvern annan á saman tíma þessi er ekki það slæm það er bara eitthvað ég myndi að telja þetta að vera svona með því besta sem hefur gert í svona bíómynd fyrir streymi sko í lengi tíma það hljómar og alveg ógeðslega skemmtilega það saman en það er samt eitthvað svona empty og svo ég held nú að þú var nú búin að horfa á þessa ég rækka auðvitað í daginn, þetta er á Apple heitir Echo Valley Nei sko, við náttúrulega skuldum eins og alltaf mjög mikið á Apple Plus þú veist, það er galið ég hef ekki séð þessa mynd Nei, ég held að það væri bara vegna þess að Sidney Sweeney er í henni Sidney Sweeney er í henni Já, ég held að það þýðir sko Ég meina, nei sko, en svo var Anton Brink ljósmyndari, þá var að spyrja mér í dag hvort ég var ekki búin að sjá Murder Robot með Skarsgård Erik Northman það er einhver geggjað þettir The Studio, ertu búin að horfa það? Já, ég byrjar á því ég er búinn með geðveikir þó maður fáið reyndar hjartaslag að horfa á þetta þú veist, það er svona trommur ég mæla ekkert eðlilega mikið með þeim þáttum til dæmis gerast bara eins og þú veist, bara í Hollywood Scorsese leikur sjálfans í þessum myndum og Ron Howard mætir og þetta er fucking fyndið fullt af einhverjum stórleikurum og sko leikstjórum sem bara mæta og gera grína sjálfans Charlize Theron og bara ég veit ekki hvað sem nú ekki endilega fræg fyrir að vera rosa létt á því það er ekki humor sko Seth Rogen og félagar, þetta er fáránlega skemmtilegt ég held að það er svo gælega svo er ekki eins og neitt að tala um þetta það er enginn að horfa á þetta það er enginn að, þú veist, að því Apple akkur getur Apple ekki komað til Íslands ég veit við erum búin að tala um þetta 100 sinnum en ég bara nengsla með aftur á þessu þetta er mynd, guðislega, þetta er ekki þættir sko Echo Valley og ég sko hafði áhuga á þessu vegna þess að þín kona var hérna Sidney Sweeney og svo sá ég líka að þetta er ekki meðnum að 52% sko í Rotten sem er bara lagsta sem að sést hjá Apple ég veit ekki það er sem enginn að tala um þetta en það er Julianne Moore leikur sem sagt mömmu hennar Sidney Sweeney og Sidney er óþolandi dópisti sem er alltaf að plokka peninga mömmu sinni og það vantar heldur ekki leikarna að Domhnall Gleeson er þarna og Fiona Shaw frænka einn, Aunt Petunia sko, án sem ég hafi séð þetta hún leikur þess að dóttur hún er þó hún sé ótrúlega falleg sinni hún er rosalega, finnst mér
getur verið rosalega shaky vinkona shaky leikona út af því að hún svona getur verið svo mikið hit að miss og hræðileg í Miss Marvel Mannaveb og sorry, ég er að fá heila blóðfallina í beinni hún var hræðileg fyrir mynd hún var hann ekki góð í Euphoria var hann ekki góð þar Jú, en hún leikur eiginlega alltaf sama svo var hún í White Lotus leik dóttur einhverju hjóna hún leikur svolítið mikið alltaf sama einhverju gamanmynd sem þú elskaðir með honum Glenn Campbell hún leikur bara sumi hún leikur eiginlega alltaf sömu tímuna sko, þegar ég pæli ég hef ekki séð neitt mikið með henni og svo er alltaf hvað ekki trillismyndin Anyone But You en hvað er trillismyndin? Immaculate eða eitthvað nunnu myndin ég hef bara ekki þorað að sjá hana vegna þess að ég las eitthvað blóðu drápi í miðjum hríðum eða eitthvað ég er svolítið fæðingafælin en mér fannst hún gera þetta mjög hún er lítið förðuð og svona svolítið sjúsku sko hún er góð í þessari mynda mér finnst hún alltaf að leika dópist er alltaf svo leiðilegt fólk sko óþólandi og það setja upp með barnið sé alltaf að koma að stela frá þeirra heimtaði penning og svona hún er þannig típa sko og svo er hann Domhall Gleeson, hann er voðalega vondur innheimta fíknefna skuldir og svona allt einhvern veginn alveg flott en aftur eitthvað tómaljóð í þessu sko þetta er svo áhört sko með myndir í dag og líka, ég meina að segja vantanlega sitt ef enginn er að tala þetta já, svo getur verið að sé verið að tala að utan okkar einhvern veginn bergmálshella eða out of our range sko en ég meina við erum að vinna svo mikið þjóðþrjáverki í þessu podcasti við erum einu sem að til dæmis það er engin annar fjölmiðl það er engin annar við erum fjölmiðl það er engin annar að tala alla þess að þætta á Apple Plus sem er svona geðugir að það hefur engin hagaði það er alveg svakalegt að það er að bætast við ennþá sko ég er svolítið kannski viljandi búin að vera svona að líta fram hjá Apple Plus vegna ég get ekki bætt á mig miklu meiru sko sérstaklega ekki ef við komum í eitthvað PDF-skjal með 40 ára gamlu þáttum já, svo er bara alltaf bara, ertu ekki búin að sjá þess að séu geðvig, stímina stúdíu öllum þetta er skildu áhorf þetta er fáran og svo er þetta allt í svona one take sko já, það er móðin svona heyrðu, svo bara var að þetta inn bara fyrir viku eitthvað verti í 2 fúbar með Arnold er það skemmtilegt það? Þetta er ekki leiðilegt þetta er samt eitthvað, þú veist, ég er búin að horfa aldrei 3 þætti og mann gæti einhvern veginn ekki verið meira sama sko þú þarft að, ég er bara að flokka sokka og brjóta saman hangklæðið eða eitthvað bara með þetta í gangi sko svolítið eins og ég með trúkram dog og þegar við vorum að tala um þetta við strákarna í Stalnóþættinu bara núna í þessu sjónvarpin streyminu þá er Stallone aftur einhvern veginn að vinna sko en það kom hann annað sísón og þetta er búið vik á Netflix og þetta er að malla í 7. sæti yfir þætti hjá Netflix á Íslandi ekki gott sko það getur ekki verið og þetta er svona einhvern veginn maður getur alveg hleyja þessu eitthvað að horta á þetta ég horfði aldrei á fyrstu nei og það var ekkert fyrsta kláraðis bara og það var ekkert sem að maður bara vá ég get ekki beðið eftir season 2 ég verð að sjá nummer 2 ekkert svo leiðis og svo er bara Arnold eiginlega orðið svolítið vandræðilega svona hrumur eða svona gamall sko svolítið hann er alltaf orðin bara hvað er hann gamall hann er ekkert þeir eru allir svona nálgast áttarætt held ég þessi gæjar hvað eigum við að gera þegar þeir fara að rökka upp af þetta ekki finna þeir eitthvað við þurfum að vera með svona hátíðar þátt já þetta fara ágjörð því við getum að taka þáttin upp strax bara eins og með drottninguna vera tilbúinir já allavega ég hef búið með 3 þætti og ég klári þetta bara svona þú veist þegar það myndast eyður eða ég þarf að vera með sjónvarp í gangi á þess að vera með fókusin sko en svo ætlum ég bara algjör að gera út af þig með að bæta á þig ennitni seríu sem er ómissandi mér finnst það reynda fínt að því eins og ég segi þá er ég smá á milli þátt að koma leið á þessum köllum sem að mér er það konur This City is Ours þetta er BBC þannig ég veit ekki hvernig sko þetta er náttúrulega kannski ekki auðvelt að finna þetta í streymi sko þetta er þá, hvað heitir þetta ekki iPlayer eða eitthvað, ég hef alltaf verið með farið einhverja krókaleðir til þess að geta verið inn í þessu breska heiminum sko, BritBox og þetta dót sko en hvað er þetta? Það er bara að segja það er ógstrændið þetta er glæpagengi í Liverpool og það er svona pappi glæpafjölskyldu og hann er með rosalega öflugan right hand man og erfiðan son minnir þetta á eitthvað? Fitz er eiginlega eins og Mobland sko. Þetta er rosalega svona á pappírnum
þá þetta bara eins og sé bara á Mobland again sko. Nema hver leikir þessu? Sean okkur Bean kappinn, hann er hérna Liverpoolíski glæpakóngurinn hvað deyr hann oft í þessu? Já, heldur hann lifi átt að þætti hann enda sko, ég að horfa á þetta lítur vel út ég skal bara segja þér The City is Ours þetta í 91% critic rotten og 100% í audience þetta versus, Prime? Nei, ég veit ekki þetta í BBC sko. Ég stendur þetta á Prime Já, ok Nei, þetta örugglega breska Prime það er ekki hálfu björnin unni þó að það sé á Prime sko. Nei Heyrðu, á versus sko á Mobland sem okkur var strábærir eru sko með 75% Veist, á Rotten þá rankar þetta miklu hærra heldur en hérna ok, what the fuck, þannig að við þurfum að horfa á þetta já, sko, þetta er átt að þetta ég búið með þetta þú búið með, er þetta geðvikt? Já, og það er ekki hægt að hætta sko þetta er þetta í alveg geðvikt? Já, ok, geðvikt og þetta er ógeðslega gott og vel ekki og þetta er svona því að Mobland er geggjaði sko Prime Video veit að ég er að leita segi bara The City's House is unavailable on Prime Video já, þetta er vel sko. En hérna, anyways þá sem sagt sko því að Mobland var stundum svona fannst mér næst ég verið komin á fantasy level sko með svona hvernig það leistist úr flækjum og nýjar flækjur komu þetta er eiginlega meira svona grounded in reality og hann heitir James Nelson Joyce sem að leikur þennan right hand man Michael Kauna og hann er svona eitthvað skrítinn svolítið í útliti en hann er frábær og hann er þú manst eftir honum sem reiður löggunni sem var yfir Peter Capaldi í Black Mirror daginn Já og þetta er greinilega bara fyrna sterkur leikari sko. Hann er alveg rosalega góður og hann sem sagt eitthvað svona með svona eitthvað konflikt sko, hann er rosalega lojal sínum Sean Bean en svo hann búin að kynnast sko, stelpur sem hann elskar og þau eru í svona tæknifrjókunarferli og hann langar svolítið að kannski slíta sér lausan sko. Getur það ekki alveg Þannig að þessi þættir þeir eru að standast Mobland snúning Já. Og gott betur Já, allavega bara algjörlega vörði, en þegar við hefum heyrt miklu meira að tala Mobland heldur þetta og dættum við kannski að þeir væru kannski að tapa á því að Mobland kemur undan, geggjað að þetta getur verið sama synopsis eiginlega. Já, og en alltaf, það er sýnt á Íslandi, Mobland. Já, það munar nú að minna. Já, það munar sko. Já. Þetta er gott, þetta er eiginlega frábært fyrir mig að hitta þetta hér, út af því að ég einmitt bara, Já. Við þurfum líka að opna umræðina hennan kvíða, þetta er kannski bara hjá mér. Að ég horfa á svo mikið eins og veist og þegar ég er ekki með gott sjónvarpsefni bara þegar ég veit ekki hvort ég sem er gott sjónvarpsefni ég er fann að fylla skvíða yfir því eins og núna daginn bara maður að klára Mobland, klára Stættunskötti klára Department Q bara búin að horfa á allt í heiminum bara hámhorfa og svo er maður bara svona hvað á ég að horfa á næst skilur við og þess vegna dætti ég þetta trúgræm dæmi og það er svona svo gott að vera með þetta við erum að vinna svo mikið þjónustuverk Já, algjörlega, það er náttúrulega svo kvíðin hjá þér sko er náttúrulega sko, þú ert kannski ekki komin á samastáð sko að embracea rusli sko, þú veist að ég sekk mér stundum náttúrulega bara í bíómyndi sem er bara drasl, ég veit alveg þetta er drasl sko, en þá fæ ég eitthvað svona vellíðuna tilfinningu út úr því sko, horfa rusl Ég meina, þú veist, en svo það er alveg rétt sko, því svo gef ég ekki myndum eins og Demolition Man, þú veist, hef ég hort á þessa myndi ég ekki talað við ykkur daginn og verið í 100 stæknum að döra á tón Sennilega svolítið flóið undir líklega, sko, þú veist, þetta geðuðu veika mynd Það ertu komin samt í svona forðlega vinnu sko, þetta er gömul mynd, tæknilega Það er rétt sko En sko, minn kvíði er aðeins öðruvísi að þetta er náttúrulega, ég þól ekki þetta offrambóð sko og maður vill sjá eiginlega allt og við náttúrulega, okkur finnst við vera skildu til þess við erum að vinna svo mikið þjóðþrifavert sko. Algjörlega. Það sem ég þóla ekki er að ég gleymi þessu jafnóðum sko. Ég var eins og með þannig haus sko, það rúmaðist allt í honum sko. Í alveg. Ég get ekki rifið upp sögutráði bara myndum að þáttum bara daginn eftir En er þetta ekki, þú veist, ég held að þetta sé eitthvað með nútíman sko. Mér finnst eins og ég hafi í nokkur ár ekki verið með venlegt minni sko. Þetta er áreitið sko. Einmitt, þetta er ekki út af því ég var allt í hennu bara eitthvað heilabilaður eða þú allt í hennu heilabilaður sko. Þetta er bara út af maður stöðugt undir einhverju, þú veist áriti sem er í þessum símum Og svo kemur HBO bætist á hana og ég er að fara að fucking borga ég er að fara að borga fyrir það er náttúrulega bara einhvern veginn borga það glaður sko. En er eitthvað efni á HBO Max sem að
við höfum ekki verið að fá í gegnum síman sem við erum eitthvað spennt fyrir. Þú veist náttúrulega HBO er náttúrulega ógeðslega gamalt fyrirbæri, það var bara spennandi að sjá hversu langt aftur í tíma er hægt að fara sko. En svo eru nokkrir HBO þættir á Sýn Sopranos, Succession, já, þeir eru á streymisveitu Sýnar. Þetta var alltaf verið svolítið skrítið með þetta er mjög skrítið. Stöðin sem heit einu stöð var einu svona heimili HBO í mann rétt sko. Svo allir kom Síminn. Já. Og hvað, tók Síminn þá var hann með Game of Thrones? Já, þú veist, Síminn tók eiginlega allt nýtt en já, eldra stöfið er Sýn átti eitthvað. Þetta er eiginlega orðin líkn upp Sýn og Síminn, er það ekki? Svona Sýn og Síminn. Talandi það, hvað, ég sá eitthvað Instagram með þér og tattúið, var þetta verið að stríða þér í vinnunni eða var þetta svona? Nei, bara maður bara hafa einhvern húmor, já, bara hafa einhvern húmor fyrir sjálf sér. Ég hef aldrei fengið eins mikið viðbröð við nokkur sem ég hef gert og þessu litla tattúið. Og þessu litla tattúið, sko. Galið dæmi, sko. Já, ég komið því sannlega ekki að því síðast þetta því að ég var með Gussór vítamörun að þú veist hárblásarinn hjá Kolbrúnu Bergþórsdóttur fyrir að hafa sett á mig þetta tattoo, og líka henni leiðist nefnilega svo sjálfkvöran í fréttamönnum, sjónvarpsfréttamönnum sem láta alltaf allar fréttir snúast sig. Já, þetta fyrir ofsvali í töðunar á því. Já, það er bara þannig. Já, ég meina þú veist ákveðið pöngið að fá sér ákveðið pöngi sko, eða reddar ég að því þetta er orðið náttúrulega extinct sko. Já, það ekki þetta er bara nett núna þetta stöðu þetta upptöðu allavega mínar kröfur svona að vera svolítið svona kvörki sko. Fyrir hlustendur sem eru búin að hlusta í 56 mínútur og veit ekki hvað við erum að tala þá fekk ég með stöðu 2 tattoo í beinni á stöðu 2 sem að hét svo Sýn nokkrum dögum síðan og heitir núna Sýn sem var mjög fyndið. Já, sem er mjög fyndið. Mér finnst það bara vest hvað það tekur mín toll af manni að vera með tattoo. Það er að segja, þú veist, þú mátt eiginlega ekki sko hreyfa þig í nokkra daga, þú mátt ekki fyrir sund í 2 vikur. Mér finnst það mjög erfitt. Þú veist, ég er að detti í 2 vikur núna eftir 2 daga og ég er að spáði fara bara beint í sund sko, bara á laugardag eða sundag. Ég get ekki meira af þessu. Ég er með svona 3 flúr sem ég man ekki eftir að hafi hamla mér neitt mikið, en ég man ekki maður með svona plast utanum þetta og eitthvað mátti ekki vera styrtu en veist, ég er með svona gangra hérna inn í mér sko, sem að ég mátti ekki sko rétta hendinu upp fyrir öxl sko í mánuð og mátti ekki fara í sund og ekki neitt sko. Já, það er vissulega. Þannig að þetta er svona svolítið walk in the park sko, sem að út að barma þér yfir. Hvernig líður þér í gangraðanum bæði? Ég finn ekkert fyrir honum þannig en Jón hann böggar mig alltaf þegar ég er svo horraði sko, hann stendur svo langt út úr mér sko og klóra mér hann svona þá kemur svona næsti tilfinning sko, klóra eitthvað málmdrasl þarna. Verður ekki að fara að þingjast það? Jó, ég er að reyna já. Það er auðvitað mér, ég þarf að fara að letast. Já, það er svona miskipt. Við erum ekki búið, við getum ekki haldið fólki lengur. En það var svo, sko, ég veit ekki hversu margir hlusta sko alla leiðina, hversu margir eru komin svona langt. Heldur þessu margir það? Sko, ég vorkir nú engum að hlusta á okkur í klukkutíma. Nei. Og ég vil eitt þegar ég byrja að hlusta vasku upp eða eitthvað, þá ég með erut með að hætta sko. Ég vil vera þannig svona það rennur svo ljúflega sko. Já, það er rétt sko. En svo daginn sko þá fór ég að hlusta á helgispjall á samstöðunni hjá Gunnarsmára við Rauðaborðið sem var með Jón Gnarr. Já. Það voru 3 tímar sko. Það maður tekur svoleiðis í áfengum sko. Nei, tekur það í áfengum. Ég horfði bara á svona lengdir á hlöðarpum og svona þáttum og ef þetta eru 3 tímar, þá hlusta ekki. Nei, þú bara afskrifa það. Já, þú sér bara að telja hann bara til hvers að byrja og þú veist þú ert ekki að vera að klára þetta sko. Það er svona, þú veist, en mér hefur finnst þessi lengt sem við verum á þessu þetta bara að vera príður sko. Ég meina að nennir enginn hlusta lengur hendur en þetta sko. Nei, ekki nema við verum að bara púla eitthvað sko, eitthvað sem var engum kanslega lengur en við þurfum svona eitthvað að fara eitthvað að dissa töluna 18 eða 88 espu upp eitthvað það er hárið apa heila sko. Svo er sko tótið að koma formúlumynd með Brad Pitt. Já. Hún er ekki að fá góða dóma, sýnist mér fyrst sinn, ég er alveg svo 1 lélegan dóm. Þetta sé svona lélegir útgáfan af Top Gun, það er náttúrulega sami leikstjóri Top Gun Maverick. Já. Og þetta er náttúrulega formúlumynd og formúlan eins og veist hefur aldrei verið vinsælli.
Ég náttúrulega fór á formúlunni fyrir Mér er svona einhver hugmynd að bjóða strákunum í pittinum með podcasti sem eru með formúlu podcasti bjóða þeim í þáttinu og heyra hvað finnst þeim þessum mynd Já, þeir eru að sjá hana þeir eru að sjá hana En ég veit náttúrulega ekki hvað pitturinn er það eitthvað podcast kappastur Já, podcast formúlu 1 Zoom Já, það er nákvæmlega Nei, ég meina að þú veist það er alveg verið að gera spennandi og skemmtilega mynd Svo er þú að vera sumafrí Já Þú verður ekki hérna Hvað er að gera í því? Ég veit ekki, við verum að taka mig fyrirfram annarkost, gera það eða láta gervigreindina bara tala fyrir mig Getum gert það Ég geti tekið eitthvað svona ammali það eru einhverja myndi sem er einhverja ammali og svona sko. Back to the Future og Jaws og eitthvað svona Getum tekið það 75, 85, já 75, 80 En klukkutíma, ekki bara sleppa úlkið Jó, nema við náttúrulega verðum bara að minnast á rétti restina að núna í dag held ég þá byrjuðu sýningar á 28 Years Later í bíó Þurfu ekki að taka hana? Jó, ég held að þetta er svona mynd og veist, er það svona langt síðan í alvörinni að Cillian Murphy vaknaði á spítalanum og hann var bara pallið var einn í heiminum og svo bara komið bara svona hraðskreiði zombiar og öllum áttum að ráðast á hann svona langt síðan það er ekki Jó, ég ætla að maður sá þess að myndi bíó 28 Days Later Ég ætla að sjá það báðar Amazing Amazing Veit ég horfa ekki að reynlingsmyndir Nei, ég er algjörlega ég vissi ekki að segja þetta ég var alveg að semja svari sko, þér væri fyrirgjöf þú horfur ekki að reynlingsmyndir Anita í vinnunni er búin að ekki búið henni Já, þetta er líka sko, það er heldur allir sem þurfa að hafa skoðun á þessu sko. Og Danny Boyle og svona, ég heldur þetta sé að virka Já, ég hef heyrt að hún ég hef heyrt góða hluti Já það ekki að allt er þetta á dagskrá en nú skulum við fara heim og horfa á eitthvað gammalt Það er ekki Mjög gammalt Hljómar ekkert eðla vel